Jú, komið sæl og blessið. Herri, ég aftur komin hérna með hönd dagsins úr mótinu sem ég spilaði í gær. Það var Barcelona hugar mótaröðin sem ég að ströggla svolítið í. Og þetta var mjög, þetta var lang áhugaverðasta höndin sem ég spilaði í gær. Þetta var eiginlega bara svolítið crazy, ef ég alveg hinskilin. En ég hann í góðum málum. Ég með 300 og eitthvað þúsund, Big Blind 6.000, þannig ég með 50 Big Blinds plus, kannski svona 55 Big Blinds eða eitthvað svo leiðis. Og hann fer all-in hérna í, ef við höldum aðeins áfram höndina, hann fer all-in í sem sagt cut-off. Með 11 Big Blinds. 68. Hvað er þetta? 68? Og ég hérna með ákvörðun hvort ég eigi að kalla eða reysa, fara all in. Ég veit ekki, þetta Big Blind, hann er með stærri stakk en ég, þannig ég þarf að spá aðeins í hvað er best að gera. Ef ég kalla þá býð ég Big Blind býð honum upp á að fara all in. Og ef hann myndi gera það, ef ég kalla bara, þá er Big Blind með fullt af, sem sagt, það er fullt af value fyrir hann að fara all in, fá mig til að folda, að því ég er nú þegar þá búinn að kalla hans stakk, sem sagt, þá er ég búinn að kalla all in frá cut-off. Já, þannig ég var svolítið að hugsa á ég að fara all in, þú veist, þannig ég protekta sjálfa mig svo ég færi bara 1 á móti 1 þarna og þá folda Big Blind einhverjum höndum hana sem myndi kannski folda ef ég færi all in. Þá er ég að hugsa hendur kannski svo, fyrst, kannski ás 10 suited, ás gosi suited. Það eru hendur sem að geti fór all in með eftir að ég kalla. Hann getur, að því að það er svo mikið value eins og ég sagði þér, þá er hinn er all in fyrir cirka 70.000. Ef ég kalla 70.000 og Big Blind fer all in og ég folda, þá er Big Blind effectively bara að setja 70.000 út til að vinna 70, 70 og 70. Þannig að við erum að tala yfir 200.000 chips sem hann getur unnið með því að bóla mér út og vera þá bara heads up á móti cut-off eftir ég sett pening í pottin. Þannig að ég vildi bjóða honum upp á þann möguleika að fara all in kannski með verri hönd en ég, en þetta er rosalega borderline. Ég var ekki þægilegur að gera þetta með 9, en ég ákvað þarna að kalla og sjá hvað Big Blind myndi gera, hvernig hann myndi gera það og ákvaða svo. Úps. Visti símar að maður stressaður. Sport er ekki grín. All in? All in. Þetta varst mér ekki gaman að heyra frá mínu manni hann í Big Blind. Og nota bene, hann er klálega, já, bara einn af betri spilurunum í íslenska samfélaginu hérna og það sem ég séð á hann, þannig ég gef honum kredit fyrir góð play og svo sem fyrir all in í cut-off með 11 Big Blinds, hann er líka með solid og veit að hann er ekkert í bullinu sko, þannig að við getum rúlað það út, menn er ekkert með einhverja þvælu hendur hérna, þú veist, maður er alveg pottet að menn er að setja peningin inn með ágætis lúku og hérna er ég spotti bara, herru, þegar hann í Big Blind fer all in þá er ég hugsa, bítu, ok, hvað myndi að gera með Ása, hvað myndi að gera með Konga, myndi hann, að ég kalla 70.000, myndi hann reysa kannski upp í 170, þú veist, en það er svo náttúrulega fárlega sterkt, 170, hann getur sett upp í 150, jafnvel, þú veist, eða til að reyna að fá mig til að gera eitthvað meira, setja meiri pening inn, eða mynda bara fara all in, myndi hann ekki fara all in með alla, ef hann með Ás Kong, allavega Ás Kong, drottningar,
Gosapar, 10 par, þetta eru hendur sem að myndi örugglega fara all in með og sama skapi hugsaði á Drottningu og jafnvel á Gosa og kannski einhverjum heimi á 10 Suited, eitthvað svoleiðis svo þá þannig sem ég hugsaði þetta og 9, ég er náttúrulega með 9 þannig að það er ekki oft sem ég getur með 9 par en ég hugsaði að hann geti líka gert þetta með 8 það sem ég er alveg að kalla hann kannski 6, 7 á móti cut-off þegar hann fer all in og þannig já, þetta er tricky spot fyrir Big Blind þarna þú veist, nema náttúrulega sé með ásæða konga þá spilast þetta svolítið sjálft en já, hann fer hann all in og ég hugsa mig vel og lengi ég heldur getum hraðspólað aðeins yfir hvað er ekki að spila þetta loading, við köttum þetta nú bara út okay. Þannig að ákvörðun mín mun tekur smá tíma og Auslider. Báði þess í því hvað þið myndu gera henni as played bara ef hlutinni gerðust nákvæmlega eins og þið gerðust hvort þið myndu kalla henni eða folda kalla þarna sjáum við Gosa og því miður sjáum við hann að 10 par og já, leifum svo rúla Já, það er bara nýja. Þannig fórum þessi hönd og hægt er að færa rök fyrir því að folda en ég ætla að brjóta þetta sniður fyrir ykkur eða með ykkur til að hvernig ég orðið þetta hérna erum við með cut-off hann við 13 bíbla senna þetta var sim sem ég fann hérna á GTO Lab sem er svolítið svipað og aksjónið er við sjáum hérna að hann í cut-off með 13 blindur í staðan fyrir 11 þá hann er að sjáfa hérna tvistum þú veist þannig að samkvæmt GTO þannig að það er hann að sjáfa tvistum þannig að við erum ótrúlega þægilegir með 9 ef range hans lítið svona út þá erum við að elska lífið með 9 öfsikið er hérna já og já hann að þetta er shoving range á honum og við ætlum að við ítum á all in hérna ching 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 þá er button þetta er range hjá button hérna sem komið range hjá mér sem það sem ég ætti að kalla en þar sem það er ákveð adjustment sem maður þarf að gera í live poker eins og ég fór aðeins yfir í síðasta myndbandi menn eru ekki eins aggressífur í þegar það spila live versus því sem út vanir online og menn eru ekki eins aggressífur svona í hvað var það GTO í live versus online þannig að hérna ok, ég ætla að fara það aðeins aftur yfir hérna ok, við sjáum tvista þetta var að sjá tvistum hérna
og á 6 suited, á 2 suited, jújú, ég held að hann sé að gera það. Ég er ekki viss að myndi sjáfa tvistum, þristum, kannski, eins og ég er ekki viss, þannig að við minkum aðeins, þannig að sjáfa aðeins færri hendur. Ég er ekki viss að myndi vera að sjáfa hérna drottningu 9 suited. Og já, það er rosalega erfitt að segja, ég veit ekki nákvæmlega, ég veit bara að þetta er solid spilari og ég veit ekki alveg hversu djúpar neyri fræðunum, en þú veist, en ég held að sé að sjáfa aðeins færri höndum heldur en vanlega, hann er aðeins meira tætt heldur en þetta chart hérna segir, og já, hann er okkur, við move on, og hérna er ég, þannig að þetta er það sem ég ætti að kalla, ef við værum full on GTO, en ég hugsa að ég myndi folda 5 6, ég folda ás 8 off, ás 9 off og gæti verið byrja að kalla henni ás 10 off og ás 9 suited neða við íslensku flóruna, þá held ég að ég þrengir eins og mitt upp í það, byrja kannski að kalla 7 og ás 10, jafnvel ás gosa off, þannig ég þrengir eins og mitt aðeins upp, en ég er með 9 þannig að ég er aldrei að fara að folda og eins og vitið þá kallaði ég það. Og þá erum við með áhugavert chart hérna frá Big Blind. Þetta er eins og þessum Big Blind á að spila. Við komum hérna að, eins og með Ása og Konga hérna, þessar 2 hendur, þær eru svolítið í sérflokki. Ásar eru langbesta höndin í póker. Þetta er ekki bara, besta Ása, næst besta Konga. Ásar eru bara svo by far langbesta höndin. Það er svo rosalega erfitt að draga hann út. Og þú ert með svo rosalega háa prósenti á móti öllum höndum. Þannig að, en að þú ert með Konga, á móti bara ás 5, þú veist, þú ert þá bara í 70-30, en ásarnir eru strax bara er að krössa það. En allavega, þá komum við aftur að því, eins og ég spáði, hvort það myndi reisa Ása eða Konga, reyna að indúsa, reyna að fá mig til að gera eitthvað mistök, eða hvort það myndi fara all-in með það líka. Hann ætti hérna samkvæmt GTO að fara all-in með 9 plus og ás gosa suited plus og reysa ás gosa oft, og ég er nokkuð vissum að ef ég myndi reysa hérna, ég ætla að spila þannig, ef hann reysi ás gosa hérna, þá til að folda ef ég fyrir all-in, ég ætla að spila þetta þannig, hann fyrir all-in hérna og ef hann reysar þá upp í 25 blinds, þá þetta er eins og mitt, ok, og ég fyrir all-in hérna yfir það, þá er hann að folda, já, hann er að reys folda ás gosa og kalla 10 og betra á drottning og betra, en það er bara ef við hefðum spilað þetta svona í raun og veru spilaði þetta svona, hann fer all-in hérna eins og bottom of range segir hérna, þetta er alveg mjög questionable, ég fór aðeins yfir höndina eftir að ég datt út í gær í haustum á mér og þá komst ég svolítið að þeirri niðurstöðu svona, mér fannst eins og ás gosa suited væri bottom of his range, að það væri lélegasta höndin sem maður myndi gera þetta með, og ég hugsaði líka á meðan að höndinni stóð að hann gæti verið að gera þetta með áttur segja hérna hann eigi að folda eiginlega alltaf áttum eftir að ég að kalla, en ef hann finnst ég að vera að kalla of loose, þá ætti hann að fara all-in með áttur. Allavega hann fer hérna all-in og já, þá kemur þessi spurning, myndið þið kalla þá eftir þið kallið hann með 9, við verðum að spila þessi scenario svolítið fram í tíman, þegar ég kalla með 9, þegar ég kalla all-in 11 biblands all-in frá cut-off, þá verð ég að hugsa fram í tíman, sjá, ok, hver eru mögulegar útkomur af því sem ég er að fara að gera núna, hver verða afleiðingarna þess, ef ég kalla hérna þá er þetta scenario mögulega caseið, þar sem Big Blind fer all-in, þannig ég er þannig sé alveg viðbúin því, það er ekkert what? Fer hann all-in? Við erum búin að spila þetta scenario, en við þurfum samt að hugsa þegar hóminn er komið, og myndir þú kalla þetta með 9? Þú kallar 11 Big Blinds all-in, hinn fyrir all-in, myndir þú kalla restina all-in frá Big Blind sem covera mig? Solverinn vill folda þessum litli pörum hérna, folda náttúrulega draslinu, og hann er svona svolítið, hann er 50-50, hann er 60-40 á því að kalla með 9 eða ekki, og já, mér leið eiginlega bara akkurat þannig, ég er rosalega ánægð með það, þó svo að
úslit handarinnar hafi alls ekki verið mér í vil, þá líður mér svona frekar vel með það að hafa verið að hugsa þetta rétt. Ég er að fá staðfestingu á því hérna frá GTO að ég hafi verið að hugsa þetta svona cirka bát rétt. Ég var að hugsa þetta með nýjur, þetta er alveg borderline hvort sem kallaði fold. Ég gef Aron í Big Blind kredit fyrir það að vera að sjófa höndum eins og á skosa jafnvel ás 10 og mögulega 8 og þá komst ég að þeirri niðurstöðu að mér að ég vildi kalla með nýjur og þetta er bara klálega up for debate því að eins og ég segi, þetta er live poker, ég er aftur í því spotti þar sem ég er með 50 Big Blinds ég er með 40 og eitthvað Big Blinds ef ég folda, ég get haldið áfram að sigla hana eða spila fyrir risa stakk og það spilaði rosalega inn í fyrir mig að því mér gengur rosalega illa í mótaröðinni þannig að við setjum það inn í að, þú veist, þannig að fyrir mig að vinna mót eða fá risa stakk komast mjög langt þá kemst ég ofar á stigatöflunni. Ég er alveg í skítnum í þessari stigatöflu þannig að ég ákveð að taka gamblið og þar sem það er búið að ganga illa undanfærið þá það er mental faktor sem spilar inn í og þannig ég var svona í dilemma þannig að ég var að hugsa bara, er ég að hugsa þetta svona að því að ég er á downswing, að því að það er búið að ganga illa undanfærið er ég að hika við að kalla út af því veist, já, þannig að það er svona maður fer svolítið að spúa eitri í eigin haus og já, ég enda með að kalla náttúrulega og höndin fór eins og hún fór ég dett út fæ 1 stig fyrir þáttöku og já, en ef ég vinn þessa hönd þá er ég komin upp í 800 og eitthvað 1000, average var 290 300.000 held ég já, var eitthvað svo leiðis þannig að það hefði verið rosalegt að komast í 800.000 stakk til að vinna með höndina en wasn't meant to be áfram gakk og já, ég lakka bara til að sjá hvað gerist í næsta móti því að þú veist, ég held áfram ég er að fara að spila hvert einasta mótan til að reyna að gera mitt allra besta og ég er að setja saman vlog núna með mótana, þetta er svolítið stutt af því þetta er svo snögt út úr öllum þessum mótum en ég er að gera smá vlog og með endilega checka á því þegar það er komið út annars vil ég líka bara endilega íta á follow button og kommentið á þetta þú veist, ég vil endilega þið spyrið þú veist, ef það er eitthvað spurninga varandi sama hversu fáralegar spurningan þær eru það bara ekki þannig að feel free og við sjáumst í næsta miðbandi. Sýtt